Helgi Rúnar Bragason. Helgi, nú bara deildin að klárast helgina, 2 leikir á móti Fjölni. Þetta eru svona eiginlega bara æfingaleikir fyrir úrslitakeppnina. Já, æfingaleikur ekki æfingaleikur. Við þurfum með alla leiki að fullri alvöru en auðvitað kannski við léttari stemning yfir þessu leikjum heldur kannski fyrri vetur. Það ekki eins mikið stressið. Kannski kjánalega orðið hjá mér þessi æfingaleikir heldur svona, þeir eru að máta ykkur við hvernig svona verður úrslitakeppnin. Já, nákvæmlega. Við höfum spilað við að tvisari vetur, báði leikin voru fyrir sunnan og töpuðum báðum eftir góða fyrri hálfleiki í báðum þessi leikjum. Töpuðum í svona seinni hálfleik út af jafnvel þreytu meðal annars og það verður gaman að taka á móti hér og sýna þeim hvað í okkur býr á heimavelli. Maður sér á stelpunum fylgdist með restina af æfingunum núna, það er gríðarleg stemming í hópnum. Já, hún er flott. Ég er mjög ánægð með það. Við erum svolítið að fókusa á það líka, það skiptir okkur öllu máli. Þetta er svona stemningslið, þetta er búið að vera rosalega skemmtilega vetur og var að synda þetta líðandi lok en það er núna bara ný og skemmtileg keppni framöndan og við ætlum bara að hafa gaman að henni og gera okkur allar besta þar. Þetta er svolítið mikið þannig, eiginlega alveg sama hvort þetta spila körfubolta eða hvað íþrótt sem eða hvað þú ert að gera í lífinu. Ef þú hefur gaman að það, þá gengur vel. Það er nefnilega alltaf þannig að ef við erum að skemmta okkur aðeins á náttúrulega réttu forsendum, það er náttúrulega ekkert bull í gangi en bara við höfum bara óbærslega gaman að vera saman, þetta er bara skemmtilegur hópur, það ná vel saman þessar stelpur og mikil svona gleði í þeim og svo svona kemur náttúrulega alvaran þegar við þurfum á henni að halda og það er bara fleitir okkur ótrúlega langt ef við náum upp að halda þessu út í gegn þá verður bara spennandi tími á framöndan. Þetta kom það fram í viðtali við Anna Unni Láru fyrir ekki svo margt lungu þegar ég var að spjalla með hana að það var eiginlega ánægjan og gleðin sem var í liðinu sem dró þær stöllur hana og rödd aftur inn á völlin pluss ástin á körfuboltanum. Já, það er satt hjá þér og það finnst mér vera Ég finnst það svona að vera eitt svona, kannski einn svona, hvað maður segja, rósi eða klappi sem við getum fengið fyrir hennar vetur að þessar svona eldri reynslu stelpur sem eru búin að vera lengi í þessu og átt misþunga eða misglaða vetra að þær búin að vera að fylgjast með ykkur svona í fjarska og sjá bara það er búið að vera gaman og það er svona, það er ekkert bull að vísu gangi neitt heldur, það er bara gaman og gengur vel og þeim bara langar að koma og taka þátt í þessu og það finnst mér svona bara eiginlega frábært í þessu, það gefur okkur svolítið orku líka að finna það að þær vilja vera með okkur og enda líka stórkostlega leikmenn. Og það er eins og þú segir, það er náttúrulega hlýtur að gleðja bæði þjálfarann og leikmenn og sérstaklega þjálfarann kannski að þá hann að gera eitthvað rétt fyrst að þetta hefur þessi áhrif á leikmenn sem voru hættir að vilja endilega koma aftur. Já, maður svona, eins og segir, maður tekur það svolítið jákvætt úr, þetta er nú, það er ekki mörg svona hrósi sem maður getur tekið með sér frá einhverjum svona yfir höfuð en þetta svona gefur mér ótrúlega orku sem þjálfari að finna það að þessar svona bara alvöru leikmenn reynsluboltar sem hafa rauninni geggjaðan bolta í sér og mikla reynslu og annað vilja koma tilbaka í miðju tímabili og með svona ungu stelpum, við má ekki gleyma því, það er ekkert að koma inn með einhverju endalausu landsliðsstelpum og langar einhver bara að koma inn til að taka einhver titil, það langar bara að koma með, það er gaman og það gengur vel og þetta eru unga stelpur sem við erum að vinna með og þær eru að leggja sitt mörkunum þar líka, þær eru að hjálpa til og að skóla þær áfram og þannig að þetta hefst svona, þær eru að finna sig svona í nýju hlutverki kannski, heldur en oft áður, þær eru núna elstar, vel elstar og eru bara að horfa þetta svolítið svona skemmtilegum augu líka, þessar ungu stelpur, þær sjá þær fyrir sér eins og þær voru þegar þær voru að byrja, að þær eru tilbúna núna að gefa tilbaka eitthvað sem þær hafa
öðlast í gegnum tíðina og það rosalega flott og við þökkum þeim fyrir það og tilbúnir að meðtaka það líka. Og með svona eldri og reyndari leikmenn þá náttúrulega hefur það líka greinilega þau áhrif á yngri leikmenn að róa leiki niður og halda svona stöðuleika fyrir þá ungu stelpur sem að þeirra komið í einhverja pressu. Það gera það, að gefur okkur ótrúlega sjálfstraust að hafa þær með okkur og inn á leiknum og inn á vellinum að þá þær kunna þetta alveg upp á 10. Auðvitað kannski hann var verið aðeins að vinna bara upp leikformi síðustu vikur og þær verður bara sterkari með hverju vikunni og núna erum við að fara inn þann tíma sem ég tel að við verðum bara eftir að vera sterkari með hverju leiknum sem þannig að ég held að verða allan ekkit auðvelt fyrir Fjölnir eða einhver önnur lið að mæta okkur það sem eftir við ætlum allan að gefa allt í þetta og við eigum nóg inni og ætlum að sýna það og sanna að það verður einhvað sem að kemur upp, einhvað skemmtilegt. Ég ætla að láta hafa það fyrir hlutunum. Svo sannarlega, sko. Við ætlum að gefa allt í þetta og sprengjum okkur út núna síðustu vikunar og fáum góðu stemningu hópinn og þetta byrja bara helgina. Það bara ballið byrja móti Fjölnir, það getur orðið 7 leikja barátta og það eins gott að byrja bara strax. Helgi, leikirnir helgina, það föstudagskvöldi klukkan 19:30 og svo nýr leiktími á laugardegi klukkan 12:30. Það bara hádegismaturinn. Það ekkert annað. Tökum bara brönsininn á laugardaginn í höllinni og höllinni fyrir ekki síðuskóla. Þetta kannski... Þetta sko þegar maður kemur inn, þá upplifir maður eins og maður sé koni í höll. Þetta höllin hans Gunna og það bara gaman að vera hér og við erum með okkar fána uppi og við erum bara, þetta okkar heimavöllur og við ætlum að verja hann vel á næstu viku. Það svo nokkuð víst. Og við hvetjum náttúrulega stuðningsmenn og ég bara Akureyringa í hug að koma á fjölmenna á leikina. Gera það, komið bara og við lofum ykkur skemmtun. Það frítt inn á leikina, það búið að við erum komið með sponsor sem ætlar að bjóða öllum Akureyringum á þessar 2 leiki og þannig að það engin afsökun til þess að mæti ekki og stíga stelpunir áfram og við bara þurfum á öllum að halda. 7:30 á föstudaginn, að morgun og föstudag og 7:30 á laugardag, brönsin á laugardag. Áfram körfuboltinn og bara tróðfullum húsið. Áfram körfubolti, mætum öll, höfum gaman. Takk. Gangi vel. Takk. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.